Í þætti kvöldsins setja þeir Venni og Ingi Rúnar sér markmið fyrir sumarið. Við kynnumst snakgolfi og könnum hvað það kostar að byrja í golfi svo fátt eitt sé nefnt. Nýtt tímabil, ný markmið. If you say so. Hvernig enduðu við þetta í fyrra? Hvar enduðu við í forgjöfinni? Endaði í 16.9. Já. Og það er sem var náttúrulega total failure. Ok, ekki alveg samt. Nei, en samt. En ég held að mér líður miklu betur núna. Ok. Miklu betur. Mér finnst ég bara skilja betur það sem ég er að reyna að gera. Já. Svo er bara að bulla alveg stöðu til mér núna og ég reyna að vera svampur. Það var svampur í henni. Ekkert þannig. Sjúga þetta í þig. Allan fróðleikinn, já. Eru komin eitthvað markmið? Ertu búinn að setja þér eitthvað markmið fyrir þetta tímabil? Já. Það er komast þetta í 10. Við þurfum náttúrulega að setja upp eitthvað pínu plan að svona við getum tekið og verið duglegir á svona par 3 völlum. Par 3 völlinir eru kannski svona staður sem að við lærum virkilega að svona lækka skorið hjá okkur. Það eru frábær par 3 völlir hérna fyrir utan Bása. Það eru svona á víð og dreif eru flotti par 3 völlir sem að er að gera að vera svona duglegur að svona fara og leika þér á. Ég ætla að skora á þig. Ef við náum markmiðinu fyrir 20. ágúst undir 10. Undir 10. Þá ætla ég að fara með þig á lokamótið í Eimskipsmótaröðinni og þú ætlar að leika þar. Að spila sem sagt? Já, að spila fyrir 20. ágúst. Þá förum við saman. Ok. Þannig að þá færðu að keppa á hákarlana. Já, mér líst vel að. Það er ekki? Þú ert keppnismaður, þú þarft svona hluti. Já. Þetta er eins og með ólympíuleikana í júdóinu. Þú hefur ekki nefnt þessi júdói nema þessi ólympíuleika væri þannig enda. Nei, þetta er það sem fjölskyldur mér vantar líka. Að pabbi hafi markmið. Þetta er einmitt það sem fjölskyldan þarf til að halda þér að heiman. Þú talaði um Möggu. Ég talaði um Möggu. Við Magga eftir að setjast yfir kaffibolla. Yndislegt. Er það ekki? Já, þetta er geðveikt. Jó, mér líst vel að. Bara snillt. Herri, magnað. Nú er boltinn inni í Hlíðarvatnstorfæru og sem afmarkast af þessum rauðu hælum og það gildir sem sagt sama regla Hlíðarvatnstorfærur og vatnstorfærur og glompur að ef að boltinn er inni í slíkri torfæru að þá má ekki hreyfa við neinni lausung sem að er inni í torfærunni. Þannig að eins og í þessu tilfelli hér þar sem við erum með þessa trjágrein hérna ofan á boltanum. Þú mátt ekki fjarlægja þessa grein. Jafnvel þó að sé ekkert vatn hérna nálægt og þá ertu innan marka torfærunnar og þá gilda allar þær reglur sem að gilda torfæru. En ef að boltinn væri bara hérna megin við rauðu stikuna, segjum bara undir þessari grein hér. Já, þá máttu færa þetta alveg eins og þið listir. Allt sem er laust máttu fjarlægja, passa bara að boltinn hreyfist ekki í leiðinni. Því að þú færð þá víti fyrir það. Akkurat. Og annað sem að gildir í torfærunni er það að áður en þú slær boltana þá máttu ekki leggja kylfuna niður á jörðina. Það er sama regla í vatnstorfærum og í glompum að þú mátt ekki snerta eða láta þunga kylfunar hvíla á jörðinni. Þarna verður búin að baka þér víti með þessu. Akkurat. Þú mátt snerta stráin, þú getur tekið æfingasveiflu og þú mátt snerta stráin en þungi kylfunar, hann má ekki liggja ofan á jörðinni. Snak, það þýðir starting new at golf. Sem sagt, þetta er fyrir þá sem er að byrja í golfi. Hvar getur fólk orðið sér út snakkennslu? Það er orðið mjög víða í klúbbanum. Græjurnar eru komnar öllum klúbbanum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Já. Á Suðurlandi, Vestmannaeyjum, Akureyri, Dalvík, bara hringinn í kringum landið. Hér er kylfa. Hún er svört, þetta er svona fyrir okkur hávöxnu. Gripið er sérhannað til þess að taka gott grip. Þegar við tökum gripið, þá tökum við kylfuna upp svo við sjáum litina vel. Tökum utanum, þumallinn á vinstri á að fara hérna á gula hlutan. Svo tengjum við og þumallinn á hægri á rauða og þá erum við komið með mjög gott golfgrip. Síðan erum við með klukkurhring. Já.
Hann er svona bara klukkan 6 og 7, 8 og það við höfum alltaf að fara inn í hann miðjan og þá lyftum við kylfunni, tökum gripið, höllum okkur fram og svo það eftir hvað við erum að gera. Ef við erum að pútta eða rúlla, þá þetta svæðið sem að það gerist á. Þegar við erum að vippa eða chippa, þá þetta svæðið sem það gerist á. Já, það að segja að hversu langt aftur þú átt að fara með kylfuna markast af þessum hring. Akkurat. Og svo þegar við erum að pizza eða með fleighöggin, þá erum við inn á þessu svæði hér. Og svo þegar við sláum fullt högg, þá erum við komin inn í rauða. Já. Þannig að þetta svona sjónrænt mjög gott. Já. Þá leikum við eina holu. Þetta hatrænt einvigi eða? Nei, þetta verður mjög bara í anda golfsins. Já, bara vinalegt. Svona, gangið þið vel. Þakka þið sömuleiðis. Og út í skó. Úff. Uss. Já, já. Þetta var glæsilegt. Úff. Úff. Nei. Þetta var Dálítið fastur á því. aðeins fastur. Og koma svo. Hald ég. Get ég sem leikmaður keypt svona búnað? Nákvæmlega, þú getur gert það. Þetta komið í nokkra sumarbústaði og þá getur þú búið til golfvöll bara þar sem þetta dettur í hug. Bæði sumar, vetur, vor og haust. Valdís, hvað segirðu? Fínt bara. Hvernig líst þér á þetta? Frágætlega. Þú ert með driver, hver ekki bánginn? Nei. Því ekkert annað. Meðvindur og rauðtegar og... Kom honum, svolítið vel, eins langt fyrir ofan greifið og bönkur og getur? Já. Er það ekki? Ég held að það sé máli. Já, eitthvað annað svona plan sem þú ert búinn að setja þér í þessu? Það ekki taka sprettinn. Nei, það er Það reyna að halda svona góðu tempói. Já. Svo ég sé ekki bara eins og fiskur á þurru landi þegar ég kem upp á gríð. Fólk gerir þetta bara að setja í skemmtuna. Já, það finnst þér það. Það er mitt. Ég hef heyrt það. Ljómandi. Hvernig fannst þér að hlaupa þetta? Það var bara... Það tók alveg meira á en ég held. Já. Sérstaklega hérna að koma upp á móti. Þegar maður kemur hérna upp brekkuna, þá verður þetta nefnilega ansið strempið, sko. Já. En þú veist, ég komst enga. Hvernig finnst þér að þurfa að taka högginn þegar þú ert búinn að vera að hlaupa þetta móð og másandi? Það er svolítið svona eins og maður sé að púta fyrir Íslandsmeistaratitli. Já. Í hvert einasta skipti. Já. Það tekur alveg á. En heyrðu, þú hérna áttir ágætistræði. Þú varst nú nálægt í að missa það í vesen. Nei, þetta var fínt. Eða það? Já. Ok, sorry. Það er náður umhverfilegt annað högg, sko.
Já, Anna Hauki kannski náði ekki inn á, en þú fórst nú samt á pari. Já. Og tímiðinn var 2:19:40 Já. sem bara ansi gott og samanlagið speedscore stigið þá 7:19:40. Já. Ertu ekki bara sátt við það? Jú, það held ég. Það þýðir bara að þú fer á toppinn, það sem af er. Leader in the clubhouse. Þannig að þú bara klálega ánægð með þetta. Já. Ég segi bara takk. Takk. Úrslitin eftir að 3 keppendur hafa spreytt sig í speedgolfinu þá þannig að Valdís Þóra í efsta sæti, Sigþór Jónsson í öðru og Arnar Grant í 3. Fyrstu skrefin og það sem náttúrulega flest allir gera, það að fara á heimasíðuklúbbana, skoða hvað í boði. Það allir golfklúbbar með mjög fínar heimasíður. Og svo það bara að taka upp símann eða koma í heimsókn. Hér opið á skrifstofutíma og eru starfsfólk sem með allar upplýsingar og tæru höndum. Og koma bara að heimsækja klúbbana og kíkja á aðstæður og sjá hvað er verið að bjóða. Og það náttúrulega á öllum golfvöllum nánast hér allavega á höfuðborgarsvæðinu eru mjög góð æfingasvæði og meira að segja æfingavellir þar sem fólk getur í rauninni stigið svona sín fyrstu skref. Það eru menntaðir golfkennarar alls staðar sem eru mjög vanir að taka á móti nýliðum og koma fólki inn í íþróttina. Og nýliða námskeið eitthvað sem að flesti bjóða upp á? Já, við hérna allavega í Keili erum með nokkur nýliða námskeið og erum með námskeið hérna í Hraunkoti sem æfingasvæðið okkar allt árið kring, bæði fyrir nýliða og lengra komna. Og svo veit ég að það líka í Básum og flestum þessum golfvöllum. Flestallir klúbbar eru núna að bjóða upp á einhvers konar inntöku tilboð í rauninni eða fyrstu skrefin inn í golfklúbbinn. Og við hér erum með til dæmis aðild að Sveinskotsvelli sem 9 holu golfvöllur sem svona tileinkaður byrjendum og úlingum og það svona frábær staður til þess að stíga sín fyrstu skref. Hjá okkur á Sveinskotsvelli höfum við verið með tilboð núna þar sem að kosta 50.000 krónur á aðild og fólk getur uppfært sig svo inn á þennan svokallaða aðalvöll eða Hvaleyrarvöll sem keppnisvöllurinn okkar og borga þá mismuninn af 50.000 krónum og 88.500 krónum. Nú vitum við hvað það kostar á vellina en þú fer ekki þangað án þess að vera með kilfur með þér. Hvað þarftu þegar þú ert að byrja í golfi? Það alveg nóg að vera með hálft sett. Ja, til að byrja með? Til að byrja með. Svo líka getum við boðið upp á notusett sem þá ennþá ódýrari. Já. En hálft sett þarf ekki að kosta meira en svona 40.000. Já. Og það með driver, járnum, brautatri, hybrid, púttir og póka. En það þarf ekki að kosta 40-50.000 kall eins og þú segir. Það líka hægt að fá eins og þetta hérna. Notusett og þau geta kostað eins og þetta hérna sem bara lítur mjög vel út. Já. Á 25 og það hægt að fara neðar ef menn stilla grófunum aðeins neðar. Akkurat. Eins og kannski þeir sem að byrja, þeir eru náttúrulega væntanlega svona til að byrja með að slá út víðan völl og þá kannski skipta kilvurnar aðeins minna máli með þeir að ná sveiflunni. Akkurat. Og þess vegna kannski jafnvel bara skynsamlegt að byrja tiltölu og dýrt og svo kaupa sér þá veglegri sett eftir því sem að fórgjöfin lækkar. Það auðveldar að misþyrma ódýrum kilvum. Já, akkurat. Ég líður betur með það. Já. Ég heiti Inga María og þetta uppáhaldshóla mín, hóla 6 á Kostabæjana. Inga verður stödd á Spáni. Já. Á æðislegum velli. Já. Og þarf eitthvað að útskýra það? Af hverju þetta uppáhaldshóla þín? Nei, í rauninni ekki. Mér finnst hún falleg og mér finnst hún dálítið erfið. Þannig að því einhverja hluta vegna út af vatninu, þá panikar ég stundum. Já. Þó ég veit að ég geti vel slegið þetta. Akkurat. Þannig að mér finnst gaman og fer alltaf yfir, reyni. Já. En mér finnst ekkert mál þó ég lendi í bunker eða neitt, því ég er mjög góð í því. Ertu spilarinn þannig að þú fer bara beint á pinna? Já. Eða safe? Beint á pinna. Beint á pinna? Já. Ekkert kjaftaði? Nei, ekkert kjaftaði. Hérna, en þú væntanlega, þú áttu einhverja bolta þannig í vatninu, eða ekki? Nokkra. Já. Ég hef verið hérna nokkra daga og ég á nokkra bolta í vatninu. Heyrðu, þá ekkert annað að gera en að bara byrja þetta. Ég á gulum, þannig að þá byrja ég. Ok, þetta er keppni. Þetta er keppni að sjálfsögðu. Flottur bolti.
Hvernig byrjaðu í golfi? Þetta er 15 ári, ég er á 5. ári. Já. Byrjaði fyrir 5 árum. Og tókst þetta krafti eða? Já, jú. Við erum náttúrulega mikið hér á bæði haust og vor. Við lengjum bæði sumarið, báða enda. En ég er svona, sem kannski mátti kalla svona lúxus-golfspilari. Sem þýðir? Ég spila ekki í roki og rigningu og svona, mér finnst það óþægilegt. Já. Og ekki gaman. Nei. Hvað er með forgjöf? 17,1. 17,1 og hefur það tekið þig alveg, lækkaður skart eða? Já, ég lækkaði frekar skart. Og núna lækkaði ég 2 heila, þannig að ég var með 90,1. Já, bara nýverið? Já, bara þegar ég kíkti inn á golf.is síðast. Já. Þannig að ég ætla að reyna að komast niður í 15, mér langar það. Hvað er það? Eða 14,9. 14,9, það verður ekki aðeins. Já. Hvað er það svona við golfið sem að hylla þig? Þú sagði mér það áðan að þetta var kannski ekki endilega að kveikja í þér alveg fyrst. Nei, ég hafði engan áhuga. Alveg 0. Það er bara, þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt og þetta er svona eins og jógatími. Já. Þetta er svona, þú ert bara að keppa við sjálfa þig og þetta er svona, þú þarft að hugsa mikið og þú þarft að vera dálítið rólegur og ætlar að geta gert eitthvað. Þú ert bara að vaða af stað og... Nei, og svo er dálítið mikið einn með sjálfri þér og svona, mér finnst þetta dálítið gott. Herðu, boltarnir okkar eru bara hérna hlið við hlið. Par 3, þannig að við sittum þessu bæði. Já. Bara álitlega stöðu, eða ekki? Henni minn. Þetta var glæsilegt. Takk. Takk fyrir að... Stórmeistarajafntefli. Stórmeistarajafntefli. Takk fyrir að fá að spila þessum holu með þér. Já. Og vona viðri vel á því í sumar. Takk, sömuleiðis. Við höldum áfram að æfa okkur og nú komum við vippum. Hér þarf ég bara boltana mína. Ég þarf eitthvað til þess að afmarka hvar ég vil að þeir lendi. Akkurat. Og það þarf ekkert að vera eitthvað svona professional golf tengt. Það geta verið handklæði og lúffur og alls konar sem fjúk ekki í burtu. Akkurat. Og ég er búinn að skrifa hérna 10 metra, 20 metra, 30 metra og 40 metra. Já. Og þegar ég gerir þessa æfingu að þá hef ég þetta svolítið svona eins og í lengdarstjórnunaræfingu í punktum að ég held áfram þangað til ég er sátt ef að mér finnst ég þurfa á því að halda. Akkurat. Þegar ég er komin inn í rútínu, þá eru það boltarnir mínir 5. Já, akkurat. Gullnir 5. Og ég tek 5 bolta 10 metra, 5 bolta 20 metra og svo kollakolli 30 metra. Og 40 metra. 40 metra, já. Ég er með fleigjárn sem er með töluvert miklum fláa. Þannig að þetta eru högg sem fara hátt og stoppa fljótt. Og þannig erum við að æfa til dæmis högg þar sem ég væri að slá yfir sandgrefju eða yfir eitthvað, yfir hól. Akkurat. Þar sem ég verð að láta hann fljúga alla leið og lend. Vel gert. 1-0. 1-0. Stöngin inn. Þú reynir að láta það lenda inn eða ert að reyna að láta það bara lenda onni og hvort sem þið skoppa... Já, það skiptir ekki máli af því að þetta er alltaf öðruvísi undirlag heldur en út á velli og inn á flöt. Þannig að þó þeir skoppa eitthvað annað þá bara er það allt í lagi. Aðalatriðið er síðan að lenda í þessari vegalengd. Já. Mér finnst mjög gaman að nota regnhlífar og þegar það er ekki vindur þá getum við opnað þær og það er virkilega skemmtilegt að láta á lendun í regnhlífunni þá heyrir maður hljóð og allir sem eru að horfa og heyra líka. Já, akkurat. Það manni gengur vel. Íslandsmótið í holukeppni fór fram hér á Jaðarsvelli á Akureyri helgina í blíðskaparveðri alla dagana 3. Leikar hófust á föstudaginn þegar leikið var í riðlakeppninni en hún hélt svo áfram fyrir hádegi á laugardag. En þá var komið að úrslitakeppninni.
Hörð keppni var í 8 liða úrslitum í karlaflokki. Stefán Már Stefánsson GR tryggði sér sæti í undanúrslitum með að leggja heimamanninn Eyþór Hrannar Ketilsson, en þó ekki fyrr en eftir 3 holur í bráðabanna. Sömuleiðis þurfti bráðabanna til að skera úr sigurinn milli ríkjandi Íslandsmeistari í holukeppni Kristjáns Þórs Einarssonar úr GM og Benedikt Sveinssonar úr Keili, en Kristján misti stutt pút sem hefði komið honum í undanúrslitin. Benedikt hafði betur í bráðabannanum. Theodor Emil Karlsson úr GM vann Daniel Hilmarsson úr GKG 2-0 og Axel Bóasson úr Keili vann félaga sins Sigþór Jónsson 4-3. Leikið var í 6 riðlum í kvennaflokki og því komust þær sem náðu efstu sætunum í fyrsta og öðrum riðli beint í úrslit, en það voru þær Heiða Guðnadóttir og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir. Svo fór að Signý Arnórsdóttir úr Keili vann Helgu Kristínu Einarsdóttur úr NK 4-2 og Anna Sólveig Snorradóttir úr Keili vann Berglindi Björnsdóttur úr GR 3-2. Undanúrslita viðureigninnar voru leiknar á sunnudagsmorgninum. Hér sjáum við Axel Bóasson og Stefán Már Stefánsson eigast við, en svo fór að Axel vann örugglega 4-3. Þú virðist vera í miklu stuði? Já, ég er búinn að spila bara mjög flott golf sko. Bara búinn að gera sem þetta að gera á þessum velli. Grínur frekar erfið, þannig að bara er mikilvægt að fá pörinn sko. Nú er það bara úrslitaleikurinn framundan áttir Óskar mótherja? Nei, alls ekki. Það væri frábært að fá Benna, það var að fá Keilis slaginu þetta, en það skiptir ekki máli. Og Axel varð á ósk sinni því Benedikt Sveinsson vann Theodor Emil Karlsson í hinni undanúrslita viðureigninni 1-0. Benedikt sló inn á flöt á 18. holu, en Theodor kom sér í erfiða stöðu og náði ekki að vippa yfir glompuna. Hvernig líst þér á þennan Keilis-slag? Bara einstaklega vel. Við vorum að tala þetta í gærkvöldi, ég og Axel. Við erum saman í húsi sko. Við vorum að tala hvað þetta væri einstaklega skemmtilegt þegar þetta myndi verða veruleika sko. Þannig að ég er mjög sáttur. Í kvennaflokki áttust við þær Heiða Guðnadóttir og Signý Arnórsdóttir og svo fór að Heiða hafði betur. Tryggði sér sigurinn á 17. holu eftir að Signý hafi mist stutt pút. Þú ert búin að vera miklu stuði helgina? Já, maður kann þetta alveg. Þetta er bara voða gaman. Spilaði í Logni og þetta er bara gaman. Hvernig leggst svo úrslitaleikurinn í þig? Bara mjög vel. Ég ætla bara að hafa gaman að njóta þess að spila golf í Logni hérna á Akureyri. Það er Anna Sólveig Snorradóttir og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir virtust ekki þreyttir eftir helgina því bráðabenna þurfti til að skera úr hvor kæmist í úrslitaviðureignina. Úrslitin riðist svo ekki fyrir á annarri holu í bráðabanna. Ólafía átti gott höggun á flöt en Anna yfirsló flötuna og því var ljóst að Ólafía og Heiða mættust í úrslitum. Þú þurftir að hafa svolítið fyrir þessu. Já, þetta var hörkuleikur. Alfreð var að segja að ég hef endað 1 undir í dag. Þannig að Anna Sólveig chipaði í og setti einhver góð pútt í. Þetta var mjög spennandi. Ólafía vann 2 fyrstu holurnar í úrslitaviðureigninni en ljóst var að Heiða ætlaði að selja sér dýrt og var 2 upp eftir fyrir 9 holurnar. Hún tryggði sér svo sigurinn á 15. holu og vann einvið því 4-3 og er Íslandsmeistari í holukeppni árið 2015. Hvernig var lístu nú eins hringnum fyrir mér? Leiði vel allan tíman? Já, ég var bara róleg. Ég fór aðeins að lesa þegar það var í bráðabannum og fór aðeins að lesa golfsálfræði og bara nýtti með það. Vissur þið af þessu banni því sem að Davíð var að dröslast með allan hringinn? Já, hann er svo hjátrúarfullur að hálfaverðin og það er bara, þú veist, já, ég valdi að sjálf með henda þig en hann gerði það ekki. Axel Bóasson var í miklu stuði alla helgina og segjum á að hann hafi strax sett í fluggir gegn vinnu sínum og klúbbfélaga Benedikti Sveinssyni. Axel fékk 4 fugla á fyrstu 4 holunum og var kominn 2 upp eftir 4 holur. Eftir fyrri 9 holurnar átti Axel 4 holur á Benedikt og sigurganga hans hélt áfram og svo fór að hann vann á 13. holu eftir þetta glæsilega innáhögg og vann því einvíð 6-5. Þið leið vel í rauninu bara alla helgina? Já, mætti mjög einbeittur bara til leiks. Ég var með svona smá markmið fyrir mig, bara ná 6 leikjum. Svona taldi hvern dag eftir dag og svo bara var eiginlega bara alltaf að hugsa bara næsti leikmaður og svona haldi bara í leikkerfið sko. Það er dálítið síðan þú vannst síðast. Ertu góður stuði? Já, ég er mjög góður stuði núna. Þetta var rosalega gaman. Svona smá léttir og gleði og bara frábært sko. Æðislegt sko. Í 3. sæti í karlaflokki var Theodor Emil Karlsson eftir sigur á Stefáni Má í leikum 3. sætið 4-2 en Signý Arnórsdóttir lenti í 3. sæti í kvennaflokki eftir að hafa unnið Önnu Sólveigu Snorradóttur. Glæsilegu móti á Jaðarsvelli lokið.
Í næsta þætti sjáum við hver uppáhaldshola Arons Kristjánssonar landsliðsþjálfari í handbolta, höldum áfram að setja fyrir æfingu vikunnar og skoðum sniðuga græju sem heldur utan tölfræði kylfingsins.